Bara Ómar, fyrstu 2 leikirnir búnir, hvernig er skrókurinn? Bara mjög góður, fyrir góður. Já. Fegst að hvíla nóg í leiknum í gær? Flott. Þannig að ég er mjög ferskur. Já. Undirbúningurinn er væntanlega farin af stað fyrir leikum á Ungverjum. Erum við ekki að tala um bara, þetta er bara fyrsti leikur í milliriðli? Jú, við lítum á þannig og bara mjög mikilvæg leikur og bara, já, einmitt, fyrsti leikur í milliriðli og það yrði stór sigur. Hvað þarf að varast út frá því sem þú hefur séð og veist Ungverjana? Já, þeir eru bara klókir, þeir eru taktískt mjög hnýtmiðaðir bara, vita hvað þeir vilja og þeir eru sterkur línumæður og svo skyttur og svo eru þeir með svona 1-2 gæja sem eru fintarar sko, þannig að þurfum að vera svolítið klókir hvað við gerum í ákveðnum stöðum. Sóknarleikur á þessu móti, ég held að hann sé búinn að fjölbreyttari heldur en íslenska landsliðið boðið upp á síðustu 10-15 árin, mikið nýtt og það er kannski verið vera svona þróun bara í handboltanum í dag að menn eru að fara að spila framleikjandi varnir og þá eru hinn liðin farin að einmitt eins og þeir gera, allt í einu bara keyra upp með 7 leikmenn og svo hleypur 7. mann út af með þess áður en að kannski fyrsta áras fyrir í gang, mikið nýtt í gangi þessa dagana hjá okkur. Já, einmitt, það er eitthvað aðeins nýtt, svona smá fín púss hér og þar, einmitt eins og þetta sem varst að segja, við erum aðeins og hefur virkað bara ágætlega hingað til, þannig að við munum sjá hvort það geti ekki hjálpað okkur meira. En er þetta svona eðlilegri leikur á morgun, er að gera ráð fyrir Ungverjunum í 6-0 og svona eitthvað svona eðlilegri hreyfingar fyrir ykkur sóknarmennina? Ég held þeir verið í 6-0 en ég veit ekki, geti alveg eins verið að þeir fari í eitthvað annað og við erum klárir í það og mögum vera klárir í allt sko og við erum með fínan svona basic pakka á allar varnarvaríanti, myndi ég segja. Eitthvað svona orð til að lýsa því hvernig er að spila fyrir framan þessa íslensku áhorfendur í fyrstu 2 leikjunum? Bara geðveikt, stemningin geggjuð og gefur okkur hellingsorku líka og kveikir í okkur og þú veist bara það er fagnað öllu og bara eins og í gær þegar komin okkur í stólni boltar og rauðningar fiskaðir þá eiginlega bara svona styttuð á okkur og völduðum við þá. Þetta var moment, það kveikti eiginlega bara í íslensku stuðningsmennu þegar þú fékkst þessar 2 mínútur. Já, einmitt, já, ég veit það ekki, ég var meira bara að hugsa hvað er dæmt sko, þannig að, þetta var bara 2 mínútur, en tók því bara.